Þakka þér fyrir, Albertína, og þá erum við búin með fyrsta hluta þessa málþings og nú verður smá breyting, nú þökkum við þeim sem að hér sitja fyrir þeirra framlag og nýr hópur kemur hér til að flytja næstu erindi. Það eru Jón Þorvaldur Heiðarsson, lektor við Háskólann á Akureyri. Það er Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir, menningarfulltrúi Eyþings og Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson, framkvæmdastjóri Atvinnuþróunarfélags Eyjafjarðar. Með því að taka ekki formlegt hlé núna, heldur bara svona smá hik, að þá erum við að búa í haginn fyrir okkur með aðeins betra kaffihlé á eftir, bara svona fyrir þá sem voru farin að bíða eftir kaffinu. Já. Hvenær ætlar að bjóða upp á fyrirspurn? Það verður, nei, það er enga fyrirspurn til framsögumanna. Það verður þeir sem sitja í pallborði hérna eftir eru þingmennirnir. Og menn geta náttúrulega þeir eru klókir, haga fyrirspurnum sínum þannig að þeir bara til umhugsunar. En ég ætla að biðja ykkur þrjú sem að eruð að tala hérna í næsta hluta að koma hér og setjast og gefa honum Jóni Þorvaldi orðið og hann spyr: þarf Akureyrarborg aðrar samgöngur en Akureyrarbær? Og áfram halda okkar fyrirlesarar að varpa fram ögrandi spurningum og hræra upp í hugum okkar, en það var jú tilgangurinn. Gerð svo vel. Endum þetta hérna. Já, svona. Og hljóðum ekki með. Já, ég voru að byrja. Já, Alþingismenn, aðrir góðir gestir, gaman að vera með ykkur hérna og fá að ræða þetta skemmtilega mál. Það gaf hvort ég get sett hérna í hljóðni og ég þarf alltaf að labba þegar ég tala. það er margir sem hugsa skýrar. Hversum? Geta ekki. Já. Já, það er svo það. En þetta er svona umfjöllunarefni mitt. Ég ætla að hlaupa gegnum ýmsar pælingar varðandi þetta. Borgin Akureyri, ég set svona spurningamerki við þetta. Og eins og hérna hefur komið fram þá er ég sammála því. Við erum á svona vissum krossgötum, finnst mér, Akureyri. Við þurfum svolítið að ákveða hvað við viljum gera næst. Hvert ætlum við að fara á næstu árum og næstu áratugum? Eigum við að vinna að því að Akureyri verði borg og við getum svona velt fyrir okkur hvað því það ætla að vera borg. Er það bara við viðurkennum öll, við segjum öll, við erum borg? Eða er það vegna þess að við eigum eftir að gera eitthvað meira? Ég kannski held að við séum ekki alveg búin og þurfum svona aðeins að það sé verkefnalisti framundan til þess að við getum stolt sagt að við séum borg. Og það er þessi spurning, eru þegar að borg? Og ég spyr mig, vilja íbúarnir hérna Akureyri, vilja þeir vera borgarbúar? Vilja íbúar Akureyri að Akureyri sé borg? Eða vilja þeir bara að sé bær? Maður finnur það stundum með. Sumir vilja frekar vera á þeirri línu, sérstaklega að breyta einhverju og byggja upp. Vilja þeir sem eru hérna í kringum okkur, vilja þeir að Akureyri vera borg? Eða eru þeir smeykir við það? Og svo kannski stærsta spurningin, vilja aðrir íbúar á Íslandi að Akureyri verði borg? Sérstaklega kannski íbúar á suðvesturhorninu. Vilja þeir að verði til önnur borg á Íslandi? Eða eru þeir bara á móti því? Tel ég að slæmt? Er það gott eða slæmt fyrir Ísland að það sé 2 borgir frekar en 1?
Það líka ágætis spurning. Mér finnst svarið þokkalega augljóst. Við getum tekið Noreg sem eru, held ég, rétt 5 milljónir. Við getum allt Normenn í einni borg. Væri Normenn meira spennandi land ef að allir Normenn byggju í Oslo? Og við getum spurt, þarf einhver sérstök útgjöld úr ríkissjóði til þess að við verum borg? Er það að við viljum vera borg, er það svona leið til að sníkja eitthvað meira úr ríkissjóði? Eða er kannski bara nóg að ríkið og stjórnvöld hverju sinni sýni okkur svona móralskan stuðningi því að verða borg? Það sé bara velvilji gagnvart því að Akureyri verði borg og það verði til önnur borg á Íslandi? Og mín sýn, hún er kannski þessi og í svipuðum dúr og hefur komið hérna fram. Á 19. öldinni þá lögðum við eiginlega grunninn að fyrstu borginni. 20. öldinni þá byggðum við fyrsta borgina og lögðum eiginlega grunninn að annari, Akureyri. Og hvað er þá verkefnið á þessari öld? Byggjum borg nr. 2, Akureyri, og leggjum grunninn að þeirri þriðju, Egilsstöðum. Og öldin bara flýgur áfram, það er strax komin 15 ár. Þannig að við þurfum að halda á spöðunum ef við ætlum ef við myndum gera þetta, eða væri fleiri en ég sem vildum gera það. Hefur nokkuð borið þetta undir Elliða í Vestmannaeyjum? Nei, ég bara vænti stuðnings frá honum. Er þetta erfitt verkefni á þessari öld? Já, mér hefur oft dottið þetta í huga. Við þyrftum bara 20.000 manns. Ef ég hefði 20.000 manns, nýja Íslendinga, og mætti setja það niður þar sem ég vildi á Íslandi. Ef ég myndi setja bara 10.000 staðum á Egilsstaði, 10 staðum á Akureyri, þá var ég búin að gjörbreyta Íslandi. Ég var búin að gjörbreyta byggðamynstrinu á Íslandi. Á Egilsstöðum væri það komin stór bær sem var svona uppundir það að vera jafn stór á Akureyri og Akureyri væri 30.000 manna borg. Og ég held að vera mjög erfitt að segja annað heldur en þá gæti Akureyri kallað sér borg. Og þetta er náttúrulega engin fjöldi í alþjóðlegu samhengi, þetta er náttúrulega svolítið fjöldi fyrir okkur Íslendinga. En fyrir aðra þá held ég að þeim þýtti þetta lítil tala. Smá hérna hliðarskref, ég ætla að tala samgöngur, en hérna mál sem er skylt þeim, það er flutningur raforku. Það er takmörkul flutningsgeta rafmagni til Akureyrar, segir Landsnet. Og hvernig á að bæta úr því? Nú er komin fram kerfisáætlun Landsnets og maður getur bara ekki lesið út úr þeirri kerfisáætlun að það sem er sérstaklega mikið forgangsmál hjá Landsneti að laga þetta. Og við eigum það bara áfram að vera í þeirri stöðu að hér sé einhver iðnaður að fara með sínu starfsemi vegna þess að það er ekki hægt að flytja nógu mikið í rafmagninu svæðið eða þá að fyrirtæki sem hugsanlega vildu verið hérna munu ekki setja þetta niður. Og við eigum að sætta okkur við það til 2018 því að þá að koma ný lína milli Blönduvirkjun og Akureyrar. En það er viðbúið að það lendi í einhverjum lagaflækjum þannig að þetta verði kannski ekki eftir fyrir 4, 5, 6 ár. Og ég tek þetta bara svona sem dæmi. Það verður stórt orkuframleiðslusvæði hérna bara í bæjarhlaðinu á Akureyri. Það er hérna Þingeyjarsýslu. Auðvitað væri eðlilegast fyrir okkur að tengjast þangað og vera örugg með orku sem er framleidd þar. Ef það væri bara velvilji, bara svona móralskur stuðningur við það af stjórnvöldum, yfirlýst markmið, já við styðjum það að Akureyri verði borg, þá væri náttúrulega bara ákveðið, já við komum raforkuflutningunum í lag á næsta ári, 2016. Þá tengjast Þeistareykir inn á Kröflu og þá gerum við bara línu frá Kröflu til Akureyrar, málið dautt. Þetta er ekki spurningum að eyða meiri peningum, heldur bara setja línu sem þarf að setja hvort sem er, gera hana nokkrum árum fyrr. Þetta er spurningum smá vaxtakostnað fyrir ríkið. En ég sé sem sagt ekki, til dæmis hjá Landsneti sé ég ekki þennan móralska stuðning við Akureyri borg. Því miður. En þá er það samgöngunar. Bærinn Akureyri, hvaða samgöngur þarf hann? Hann þarf góðar vegasamgöngur innan svona þess svæði sem við getum kallað Akureyrar svæði. Hann þarf góðar vegasamgöngur til annarra svæða, annarra landsvæða, ekki síst til Reykjavíkur.
og hann þarf flug milli Akureyrar og Reykjavíkur nokkrar ferðir á dag. En þá það borgin Akureyri. Hvað þarf hún? Og hérna ég að miða við það að borgin Akureyri hún sé aðeins frábrugðin bænum Akureyri. Að hún sé fjölmennari, hún sé með fjölbreyttara atvinnulíf, hún sé með fjölbreyttara þjónustu og að hún sé alþjóðlegri. Og ef við erum komið með borgina staðan fyrir bæinn, þá verður svona, ef við fyrst beinum augum okkar að innanbæjar samgöngunum, að þá verður mikilvægt að geta tekið strætó og það verður mikilvægt að geta átt þess kost að hjóla eða ganga. Einkabíllinn, hann verður svona meira til vandræða eftir því sem staðir stækka. Hann meira til vandræða í borg heldur en bæ. Og tengingarnar út frá borginni, það verður bara almennt meiri þungi í því að þær séu góðar. Það þarf góðar tengingar út frá bæ, en það bara ennþá mikilvægt að það séu góðar ef við erum með borg. Og síðan það, sko, kannski mesti munun það, eða sá, að það mun mikilvægara og nánast nauðsynlegt að samgöngur til útlanda séu góðar fyrir borgina. Skiptir kannski aðeins minna máli fyrir bæinn. Og ef við tökum hérna fyrstu umferð gangandi og hjólandi, þá getum við, ef við viljum, einsett okkur, byggja þétta borg, þar sem hægt að komast milli margra staða, gangandi og hjólandi. Og við getum einsett okkur að vera öðruvísi en Reykjavík hvað þetta varar. Vera annar valkostur. Og við getum einsett okkur að nota hlutfallslega minna land undir malbygg. Ég átti heima í Reykjavík á sínum tíma, en nú farið að líða svolítið síðan, og þegar ég kem til Reykjavík núna þá einhvern veginn fer ég að sjá þetta. Það bara allt endalaust malbygg út allt, einhverja slaufur og endalaust malbygg sem ég þarf að fara um. Akureyri ekki þannig, og við getum einsett okkur að Akureyri verði aldrei þannig. Og það verður meiri þarf að jafna hæðarmunin á milli miðbæjarins og bakkanum þar fyrir ofan. Ef við ætlum að gefa fólki þannig að kosta ganga og hjóla. Þetta vandamál á Akureyri núna. Það meiri þörf á því að við bara getum farið með einhverju liftuð eitthvað upp á herra stíg hérna á Akureyri. Og ég spyr ef að gera það svona. Grafa okkur bara inn í bakkan og fara með liftu upp. Þá getum við bara gengið að hjólað inn og tökum liftinu upp. Og svo förum við hérna í vegasamgöngur til og frá borginni. Þessari Akureyri borg. Ef við erum með borg, þá meiri þörf fyrir það sem ég ætla að telja upp hér. Það meiri þörf fyrir jarðgöng milli Dalvíkur og Ólafsfjarðar. Það sem hægt að komast fram hjá mestu snjóflóðasvæðunum. Það meiri þörf fyrir jarðgöng til Siglufjarðar. Það meiri þörf fyrir jarðgöng til Vaðlaheiðar. Og það kannski svona stæðsta framkvæmdin sem borg þyrfti í samgöngum hérna á svæðinu. Það meiri þörf fyrir styttingu til Húsavíkur. Og það meiri þörf fyrir styttingu í Mývatnssveit. Hérna 5 atriði og eins og þið náttúrulega takið eftir, þá eitt af þessum atriðum bara búið. Það búið að klára það. Það verið að vinna annað, en það þá 3 þarna eftir sem við getum hugað að svona í framtíðinni. Og sum þeirra nú harla auðveld eins og styttingar til Húsavíkur. Hérna set ég bara svona sem dæmi jarðgöng til Ólafsfjarðar frá Dalvík. Þau eru 7,7 kilometrar. Þau liggja í átt að svokölluðu Sauðanesi og Svanfríður þekkir þannig kannski betur en ég hvort að maður kemst nægilega fram hjá snjóflóðasvæðunum á þennan hátt eða hvort það verður að fara með þessi jarðgöng en sunnar. En það göng eins og þessi það 3 kilometra stytting bæði til Ólafsfjarðar og Siglufjarðar.
Hérna styttingin til Húsavíkur, við höfum oft talað þetta, það eru þarna 2 krókar á leiðinni og ef við sjáum það dýtla þá er það Skjálfandaflóti sem fer hérna beint upp og niður og það eru tvær svona vinkilbeigjur hérna á leiðinni og þannig ég að teikna að veri farið yfir hraunið til að taka af efri vinkilinn og þá mér sagt að þetta sé heilagt þetta hraun en hérna svo þegar menn fara að tala alþjóðaflugvöll í Aðaldarshrauni þá ekki lengur heilagt. Ég fatt ekki alveg hvenær það er heilagt og hvenær ekki. En hérna, hér erum við líka með styttingu í Mývatnssveit sem ég hef talað fyrir áður. Mér finnst það svolítið brútalt að við séum með þetta einstaka svæði, Mývatn, dýrmæta svæði og við erum með þjóðveg 1 bara á bökkum vatnsins, viðkvæms vatns. Og ég vil bara fara fram hjá vatninu og stytta leiðina í leiðinni. Já, afsakið, hérna vantar... Akkur þarf að taka þennan vingið þarna við Breknisstaði? Til þess að komast ofan í dalinn. Ofan í dalinn? Já. Þetta er svona 6% brekka eins og þetta er teiknað hann. Já. Við gætum hérna reynt að fara beint yfir dalinn, það er gríðarlega dýrt eða við getum líka grafið gegnum bakkana til að komast með svona vægari brekku niður á botnin en þetta er svona ódýrasta leiðin. En við getum náð ennþá meiri styttingu ef við vildum eyða aðeins meiri peningum í þetta. Og eftir þessar styttingar þá erum við þetta svona. Akureyri Siglufjörður 74 km, Akureyri Húsavík 71, Akureyri Reykjahlíð 74. Og þið sjáu að þetta er eiginlega sama talan allstaðar. Þetta er orðið svona svæði þar sem þetta eru svona útjaðrarnir og þetta er svona næstu því orðið heilt atvinnusvæði. Þetta er svona á mörkunum að vera of langt til að sækja vinnu en það er svona, þetta er svona akkurat á mörkunum að fólk sætti sig við að sækja vinnu svona langt. Nú ef Akureyri væri borg, þá er meiri þörf á betri vegsamgöngum milli Akureyrar og Austurlands og fyrsti viðkomustaður okkar á þéttbýlisstöðum þegar við förum austur eftir er Egilsstaðir sem er nú mörguleyti ágætismiðja á Austurlandi. Við þurfum helst styttri leið til Austurlands og tala ekki ef okkur auðnast það að leggja grunn að þriðju borginni þar. Og við þurfum líka stutta ferðatíma ef við getum með augljósum styttingum, þeim sem ég er búinn að tala bara Vaðlaheiðargöngunum og styttingum þarna í Mývatnssveit og svo er þetta stytta aðeins með nýrri brú yfir Jökulsárfjöllum sem þarf að gera fljótlega. Að þá getum við náð þessari vegalengd milli Akureyrar og Egilsstaða í 234 km. Og hérna er stytting í Jökuldalnum þar sem þeir eru komið niður Jökuldalinn og beygið til hægri yfir Anna og takið stefnu til Egilsstaða. Mér er alltaf mjög illa við þennan hlikk þegar ég keyri þarna. Og alltaf er fyrsta hugsun, ég er ekki hægt að breyta þessu og taka þennan hlikk af. Þarna er 30 km stytting. Ekkert mjög flókin. En auk þess að stytta endalaust, þá veltir maður fyrir sér hvort það væri hugsanlega hægt að auka hraðan. Við erum með hærri hámarkshraða, kannski milli Dettifossvegar og Jökuldals. Þetta er 80 km leið í óbyggðum, það er mjög fá vegamót og ef það er fá vegamót þá minnkar strax hættan að því að keyra hratt því að það er ekki einhverjir að koma inn á veginn hér og þar. Og ég bara spyr, væri þetta að setja þetta upp í 110 km/klukkstund á völdum köflum? Og ég hef svona vissar hugmyndir það en það eru tæknilegar og ég ætla ekki að eyða tími í það hér. En hins vegar eru margir sem keyra nú bara á þessum hraða þótt að hámarkshraðinn sé allt annar. Og það væri síðan hægt að bæta vegasambandið milli Akureyrar og Skagafjarðar en það er dálítið erfitt að eiga við Tröllaskagann og það er ákaflega dýrt. Við getum farið með göng undir Öxnadalsheiði bara til að auka öryggi, það styttir nú ekki leiðina neitt. Við getum búið til göng á milli Hörgárdals og Hjaltadals, alls konar útgáfur af því með svona alls konar vandamálum og hvaðina. Svo getum við gert tvenn göng, annars er milli Hörgárdals og Skíðadals sem og göng á milli Skíðadals og Kolbeinsdals. Og þetta er nú svona kannski það bil klikkaðasta hugmyndin í þessu. Kostar líklega 40 til 50 milljarða.
En þetta svona stiðstæla leiðin sem við getum búið til að komast til Sauðárkróks. Og þá fjarlægðin milli Sauðárkróks og Akureyrar 80 km. Og þá eiginlega bara Sauðárkrókur kominn svolítið á þannig lista sem ég sýndi ykkur á það. Hann komið svipað vegalengd eins og til Siglufjarðar, Húsavíkur og Reykjahlíðar. En þá það flugið. Og hérna segi ég bara fullum fetum að hér mesti munurinn á þörfum borgarinnar og bæjarins. Það í fluginu. Borgin, hún þarf bærilega tengingu til útlanda, helst góða tengingu. Og borgin Akureyri, hún þarf áframhaldandi góða flugtengingu til hinnar borgarnar og höfuðborgarsvæðisins, Reykjavíkur. Og staða núna, hún getur bara alls ekki talist bærileg ef við tölum flug til útlanda. Flugtengingu Akureyrar til útlanda. Hún ekki einu sinni bærileg fyrir bæinn Akureyri. Hún sko því síður bærileg fyrir borgin Akureyri. Sko fyrir útlendinga að koma til Akureyrar með flugi, það bara meiri háttar úrlausnarefni. Fyrir utan að það fók dýrt. Það þarf að fljúga til Keflavíkur og svo þarf að fara með einhver rútu til Reykjavíkur og reyna að finna það einhvern flugvöll sem þú ferð á og flýgur til Akureyrar. Og þetta eiginlega bara óboðlegt eins og staðan Ég held að flestir bæir á þessari stærðargráðu, eða við getum sagt flestir bæir sem í þessari stöðu að þjóna svona stærra svæði á Norðurlöndunum eru í betri stöðu heldur en við hvað þetta varar. Og ef við erum orðin borg með þessum skilyrðum þessum atriðum sem ég var að telja upp áðan, það eru fleiri, fjölbreyttara atvinnulíf, alþjóðlegur og allt það, þá náttúrulega komin meiri grundvöllur fyrir flugi til útlanda. Og þessi ferðamannabylgja sem ríður yfir landið, hún á náttúrulega líka að geta hjálpað okkur að laga þessa stöðu. En þá segi ég, og alltaf að nuddast í þessu, þá þarf Akureyrarborg og Norðurland að fá svona skerf af þessum peningum sem eru lagðir í það að kynna Ísland í útlandum. Það aldrei sterk sogið að þessum peningum bara í það að kynna Gullfoss, Geysi og Bláa lónið. Kannski einhver leyti vegna þess hvað tengingarnar út fyrir þetta svæði eru slæmar. Það svona erfitt að fara að kynna það fyrir ferðamann, ég veit það ekki. Það eru aðrir hérna sem eru betur að sér í ferðamálunum heldur en ég. En við þurfum bara að fá þennan skerf, að kynna Ísland, það þetta mikil peningar settir í það, við þurfum bara að taka hérna hluta frá, við tökum bara þetta í það að kynna Norðurland. Það fer ekkert í að kynna Bláa lónið og Gullfoss, Geysi, það fyrir að kynna Norðurland, Akureyri, Dettifoss, Siglufjörð og allt sem við hér. Og þessi markaðssetning, hún þyrfti, og það var beinlínis náttúrulega markmiðið með henni, hún þyrfti að leiða af sér að það yrði beint flug frá Akureyri til útlanda. Nú verið að spekulera í því hjá nefnd á ríkinu hvernig hægt að koma þessu í gang, annarkvort frá Akureyri eða Egilsstöðum eða Báðastöðum. Og auðvitað ef það byrjaði utanlandsflug með einhverjum myndar bara frá Egilsstöðum þá það strax skárra. En ef við horfum bara á Akureyrarborg þá náttúrulega þarf hún þetta. Hún vill fá þetta. Hún þarf snertingu í útlönd og Evrópu. Við myndum væntanlega eingöngu fljúga til Evrópu hérna, svona næstu áratugum minnst kosti. Það þarf þessa snertingu til að auka lífsgæði okkar hérna, til þess að geta komist til útlanda, og það þarf líka til þess að geta þroskað hérna atvinnulíf, stofnanir, háskólan hérna sem við erum í og allt hér í kring, allt saman. Og við erum þó þannig í sveit sett að það styttra frá Akureyri til Evrópu en frá Keflavík. Og það kom mér svolítið óvart þegar ég skoða það. Allt hægra með rauðlínuna hérna, það styttra þaðan til Akureyrar heldur en Keflavíkur, loftleiðina.
Það er bara styttra frá Keflavík til Írlands, Spánar og Portugals. Annars er styttra frá Akureyri. Komið svolítið óvart. Ég held að þetta væri nú ekki svona norður hlutin á Evrópu sem væri styttra frá Akureyri. En það er ekki, það er styttra til Parísar frá Akureyri heldur en Keflavík. En þetta að komast beint til útlanda og koma á beinu flugi milli Akureyrar og útlanda, þetta held ég sé eitthvað stærsta hagsmunamál á Akureyri þessar mundir. Hins vegar gæti þessi markaðssetning líka leitt af sér beint flug milli Akureyrar og utanlandsflugvallarins á Suðurströndinni. Ef við erum búin að markaðssetja Akureyri að það meira og eins og þið hafið orðið vör við þá hefur Akureyri verið að lenda efst á alls konar listum svona út í heimi undanfarið. Það ásamt því að ferðamönnum til Íslands fjölgi bara áfram eins og það hefur gert. Það endar með því að það verður grundvöllur fyrir því að fljúga til dæmis núna milli Akureyrar og Keflavíkur. Það sem allir geta flogið. Ekki eins og Æslandir er að gera þetta, það sem bara þeir sem fljúga með Æslandir geta flogið. En það gengur það held ég ekkert sérstaklega vel. Og er lítið kynnt. Og það myndi líka skipta miklu máli. Meðal annars til þess að fá ferðamenn frá Ameríku. Eins og ég sagði, ég sé ekki fram á það að vera fara að fljúga mikið frá Akureyri til annara staða heldur en kannski nokkur að borga í Evrópu. Kannski bara 2, 3, 4. Þannig að það verður áfram sama vandamálið fyrir mann frá Ameríku að komast til Akureyri eins og er núna. En ef þetta breyttist, að hann gæti komið inn á flugvöllinn þarna á Suðvesturhorninu og flogið þaðan til Akureyri, það er strax orðið miklu skárra heldur en þurfa að fara með rútunni til Reykjavíkur og leita að vellinum þar. Og það væri best ef að þessi flugleið sem við þurfum að hafa milli Akureyrar og Reykjavíkur og þessi flugleið frá Akureyri til flugvallarins á Suðurströndinni, ef þetta væri ein og sama leið. Það væri best. Það gaf okkur möguleika á þéttara flugi, fleiri ferðum á dag. Það var þessi grundvöllur á flugi bara vegna þess að við erum að fara til Reykjavíkur og Reykjavíkur kom til okkar, þetta sem við erum núna með. Og líka fleiri ferðamenn. Það er eiginlega mjög fáir ferðamenn sem fara þessa leið núna. Og það gæti leitt til samkeppni á þessari leið. Og það er það eina sem dugar í því að lækka það er samkeppni. En þessi leið núna, hún er ekki nógu stór til að sé einhver samkeppni. Þannig ég segi, ef það yrði gerður flugvöllur í Hvassahrauni, þar sem innanlandsflugið væri, og utanlandsflugið færi þangað svona fljótlega, þá væri það mörgulítið frábært fyrir Akureyri. Jafnvel þó að þessi atburður væri vegna þess að höfuðborgin vilja ekki hugsa lengur að landið heldur bara sjálfa sig. En ég segi að beinaflugi, það er fyrsta blaði fyrir borgin Akureyri. Takk fyrir.